Komið sæl og blessu og verið velkomin í þráðbeina útsendingu hér á GG Akademínu. Við erum á YouTube, við erum á Twitch og einhvern tíma verðum við einhvern annan staðar líka, ekki? Herðu verið velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmeistaramóti í hermikapakstri 2026. Ég heiti Aron, ég ætla að vera með ykkur í kvöld, ég ætla að glamra á takkana, ég ætla að segja ykkur hvað ég sé vera að gerast og svona, þú veist, vera með smá info. Við erum með allskins nýja hluti í overlayinu fyrir ykkur sem hafa verið að fylgjast með. Þá er ég búinn að vera að setja nýja hluti í overlayið. Ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla overlay á góðri íslensku. Hvað getum við kallað það á góðri íslensku? Ég veit það ekki. Það er Patrekur Magnússon hérna, þessum leiðir mótið. Hefur verið að sigra hverju einustu keppni hingað til. Dregum einmitt af því að fara að birta fyrir ykkur stigin. Hvað er það? Hérna. Patrekur Magnússon sem eins og sé búinn að sigra hverju einustu keppni hérna. Hefur alltaf komist bara langt í burtu. Svo er það Gunnar Karl Vignisson sem situr eftir honum hérna í öðru sæti. Svo er það Sigurgeir Lúðvíksson í þriðja sætinu. Ekki mörgum stigum eftir Gunnar Karl. Eins og sumir ykkur að vita þá fást 35 stig fyrir að sigra eina keppni hjá okkur. Svo er það auka stig, þannig að ef þeir keyra atvika lausir, lenda ekki í neinu og fara aldrei út af eða klessa ekki á neitt, þá voru þið ekstra góðum málum hvað þetta varðar, fá auka stig. Þeir sem eru með lægstu atvika stigin fá auka stig. Þannig að ef einhver er með 1, allir eru bara með 1 stig, já, lægstu auka stigin, þetta getur ekki verið flókið. Allavega það. Síðustu keppnir hafa verið gríðarlega spennandi. Sæti nr. 2, 3, 4 og 5 hafa alltaf verið bara alveg í lausu lofti. Það hefur verið hart barist þriðja sæti allavega í hverju einustu keppni. Patrikur og Gunnar hafa svolítið verið að slíta sér burt frá hópnum. En ég er búinn að heyra þá frá honum Gunnari Karl að hann ætlar hérna í frá að hann ætlar ekki að gefa neitt eftir. Hann ætlar að koma sér þetta fram úr og reyna að taka þetta til sín. Titillinn á að vera hjá honum, segir hann. Ekki hjá liðsfélaganum Patrekur Magnússon, en Patrekur er búinn að vera að sigra og sigra og sigra. Nær alltaf að slíta sig alveg lausan og þar með bara nær honum enginn. En það er haugur af frábærum keppendum beint fyrir aftan. Alexander Hauksson og Vernharður Rafnars eru saman í GG Akademíu liðinu. Og Vernharður er að lenda í einhverjum vandræðum með búnaðinn heima á sér. Með internetinu. Internet er á valdanum einhverjum vandræðum. Og hann er á leiðinu niður í Akademíu. Og er að fara að keyra þar í dag. Sjáum við snúning. Arnar Kristjánsson að taka smá snúning. Skiptum við yfir á Vigfús Hauksson. Hrútunum. Þeir eru nýbyrjaðir í deildinni hjá okkur í Íslandsmeistaramótinu. Nýbyrjaðir að keyra með okkar allavega. Og þeir eru ekki með jafn mikið á stigum allir þar, en þeir eru frábæri keppendur einhvern síður. Og eru einhvern veginn með besta logoðu finnst mér. Ég er mjög hrifinn af þessu logoðu. Hrúta logoðinu hana sem ég sjáði. Ég er bara verða að viðurkenna það. Hvar eru þeir hérna, strákarnir? Hérna, búin að leggja kvikindinu. Það er nú að sýna fólki bíliðinn. Frábær myndavél í það. Algjörlega yndisleg. Sést í bakgrunnin. Það er Aron Breki Valgeirsson sem er í 11. sæti með 34 stig. Hann er búinn að lenda í ýmsum óhöppum. Hann er búinn að ganga neitt opaslega vel. Hann er búinn að vera að keyra frábærlega, en óhöppin er búinn að valda því að hann er ekki að raka til sín stigum. Það er Arnar Kristjánsson og Bjarni Jarl og ég fór ekkert yfir neðri botninn á listanum á hinum. Ég ætla ekkert að gera það. Þið getur bara að sé þetta sjálf. Sjáuð þetta vel. 19 keppendur skráðir. Það eru 20 keppendur búin að skrá sig. Nei, fyrirgefi, 19 keppendur. Þeir eru allir hérna á listanum. Skúli Birkisson og Rúnar Freyr. Það er búin að taka keppni. En þá klárast æfingalotan og við förum loksins í tímatökuna. Við skulum fá hérna hvernig veðrið lítur út hjá okkur. Þetta gula flagg. Viljum ekki sjá það. Við erum á Mazda Raceway Laguna Seca. En það er bara Laguna Seca eins og ég hef alltaf kallað þessa braut. Stórkostleg braut. Eina mínum allra uppáhaldsbrautum. Og það er þessi beygja einmitt sem við sjáum þetta þarna einmitt. Beint fyrir farman ykkur. Þetta er korkskrú beygjan. Góða.
Geti farið í corkscrew einhverstaðar, ég með myndavél þangað. Ég með eitthvað sem heitir fan cam, hvað sem það þýðir, já. Þetta mjög áhugavert. Já, þetta eru 15 mínútur tímatakki sem að hefjast á akkurat núna í Íslandsmeistaramótinu 2026. Þetta umferð 5. Við höfum eftir að keyra þessu umferð 3. Hún eftir. Þegar það sterklega fram. Hún vonandi verður keyrin núna eftir 2 vikur. Tilkynning með það vonandi á næstu dögum. Svo brautarhiti hérna í brautinni. Það 32 gráður malbyggið og svo lofthittin bara 19 gráður. Það ágætis hiti þetta en ekki neitt skelfilegt fyrir keppendur. Þannig að það ætti að vera ágætis grip í brautinni. Lítill raki eða bara engin raki. Við erum að fara að keyra 46 hringi þessari braut. Hákon Jökulsson fyrir Adelbón FSR. Já, þetta automatíska kerfi aðeins grimmt í að skipta kannski núna. Sigurgeir Lúðvíksson búinn að vera gríðarlega sterkur allt tímabilið. Og síðast hann barðist hann við að halda 3. sætinu og hann barðist í 40 mínútur við að halda því. Misti það svo og náði því svo aftur. Algjörlega stórkostleg síðasta keppni. Síðustu keppnir hafa verið stórkostlegar. Það náttúrulega keppendunum ykkur að þakka hversu geggja þetta búið að vera að fylgjast með ykkur. Alexander Hauksson hérna, hann var gríðarlega, hann búinn að vera svo óheppinn í síðustu deildum hjá okkur og mótaröðum að hann hlýtur að vera búinn bara með sinn skamt. En það sýnist mér það á síðustu keppnum hjá hann búinn að vera að vinna sig upp listan og núna bara í toppsætunum, ekki hvað hann í 4. sæti, hvað? Já, 4. sæti, bara bing, bara búm. Sigurgeir Lúðvíksson sittur í 3. Hákon búinn að vera pínlítið óheppinn. Lendi ykkur svona óheppinn. Hann og Aron Birgir aðeins búinn að vera kljást. Þarna var nú eitthvað slys. Sem bera á milli sem er ekki liðsfélagar. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistari. Þetta margfaldur Íslandsmeistari í hermirally. Gríðarlega góður bílstjóri. Þetta er pirrandi hvað hann er góður í rally, sko. Því ég alltaf að keppa með það þar. Það gengur ekki neitt. Jæja, ég er ykkur tíma fannir að detta inn á töflunni hjá okkur. Já, það er Gunnar Karl Vignisson sem er búinn að skella sér í 1. sætið. Aron Breki sittur hann í öðru á eftir honum. Pínu, munar eiginlega engu á þessum tveimur hana. 68 millisekundur. Það búist við því að besta út segir einhver á mínum eigin account, já, Robert. En einhver að nota mína tölvu og að hrósa mér. Það er áhugavert, takk. Hinrik hérna líka, flottur lýsandi, takk fyrir jælega. Þetta er ykkar allra besti hérna. Ég ætlaði nú ekki að fá þetta, ég ætla að fá gap. Herri, Gunnlaugur Ásgrímsson, sjáu þið, overlið, sjáu þið krakkar. Sjáu þetta, það varð grænt, þetta var svakalegt, þetta virkaði. Hvílík gleði maður. Gunnlaugur Ásgrímsson að stinga sér upp í 4. sætið rallymeistarinn. Það eru 10 mínútur eftir þessari tímatöku, það er nóg eftir. Alexander Hauksson bomba sér upp í 7. sætið. Ekki rosalega þægilegt að hafa þetta hana á þessum skjá. Ég hef alltaf verið með þessar upplýsingar, sko. Ég hef verið svona, það verður grænt. Svo núna sá ég breytingu, sko, en ég hef ekki verið með hana á tímatöflunni. Einstaklega þægilegt. Fenrir skellir sér hér upp í 5. sætið. Fenrir náttúrulega búinn að vera gríðarlega harður. Búinn að læra mjög mikið. Síðasta árið, síðustu 2 árin. Svo við Stefán Freyr bumpa sér upp í 11. sætið.
Ég er ekki að ná hausnum á mér utanum það, hvað mér finnst þetta þægilegt að sjá þetta græna þarna. Fenrir að koma sér út úr pittinum. Keppendur virðast vera að fara alveg eins hráir og hægt út eins og þeir gera í Formúlu 1 með eins lítið bensín og hægt Það er að ná sem bestum hring. Sjálfsögðu það náttúrulega takmarkera en það bara bím, bara búm, Aron Breki, Valgeirsson, heyrðu, Gunnar Karl, fætar á móti, berst á móti. Þetta stefnir í gott. Hvar er Patrekur? Patrekur Magnússon er búinn að vera á fullu að æfa sig fyrir eitthvað risastórt mót sem hann var að keppa í. Alþjóðlegt mót þar sem hann er að keppa með risastóru liði í einhverju deild sem er búinn að vera til í 26 ár. Bjarni Jarl að grænka tíma sinn. Svaðaleg deild sem hann er búinn að vera að keppa í, þannig að hann hefur ekki haft mikinn tíma held ég til að æfa sig fyrir þetta mót, þessa keppni. Það verður áhugavert að sjá hvar Patrekur Magnússon situr. Hann er ekki einu sinni út að keyra sko, hann er bara, hann er komin út. Hann er komin út. Þetta Vernharður mættur í akademíuna. Á hið fallega bílinn. Vigfús Hauksson stinga sér upp í 12. sætið. Vernharður mættur í akademíuna. Hann er búinn að vera að æfa sig þetta heima sko í annarri tölvu og er núna komin bara með nýtt stýri, nýja petala, allt eitthvað sem hann er ekki vanur. Hann hefur nú keyrt hjá okkur áður, þannig að við viljum ekki segja hann sé alveg óvanur, en hann er ekki vel vanur. Stutt fyrir sínum allra besta tíma. Segi ég og hef ekki hugmynd það. Jæja. Gunnlaugur Ásgrímsson. Patrekur, þarf ekki að fara að setja eitthvað tíma hérna. Herði, já, komið að ég að aðtúa þetta hérna unit. Yrkar þetta unit eitthvað? Sjáum við tíman hans Gunnars Karls. Þetta er Patrekur Magnússon sem við erum að fylgja. Hann kemur þetta yfir línuna og nær ekki setja sturlaðan tíma. Það er alls ekki, einhverjum 6 sekundum hægar en liðsfélagi sinn. Þetta hlýtur að vera bara upphitunaringur. Hver annar hérna er að bæta tíma sinn talsvert. Enginn er af því. Við fylgjast með Aron Breka. Eitthvað aðeins að taka til í þessari töflu þarna sem að þið sjá en þetta er allavega eitthvað. Við erum að fylgjast með Aron Breka og í fyrsta sæti er Gunnar Karl Vignisson með þennan tíma, þetta 1:21:3:04. Nei, 3:07 fyrir. Ég þarf eitthvað aðeins að snirta þetta til, þetta lítur ekkert nógu vel út. Þetta virðist virka ágætlega, nema ég veit ekki hvað í fjandanum á að standa þetta fyrir framann 22 hjónum Gunnar Karl. Ég veit ekki hvaða logo þetta er bara sem er þetta fyrir framann. Mjög áhugavert, en það eru 5 mínútur eftir þessari tímatöku, kæra fólk. 5 mínútur. Skellum okkur þetta upp á bílinn hjá honum Aroni Breka, en hann kemur inn í síðustu beina. Sjáuð Patrekur Magnússon að bomba sér upp í 3. sætið. Hvað gerir Aron Breki? Já nei, ég sé það á tímanum þetta niðri, hann er hræðilegur.
Þetta var einhvers konar uppbytunarringur, klára bensín eða eitthvað. Hita dekkin hjá mér. Ef þið fara út úr pitunum, hitaði dekkin, taka eitt svoleiðis uppbytunarring. Sennilega það sem ég að horfa á hérna. Patrekur Magnússon strax búinn að stinga sér upp í. Einhvern veginn eru allir keppendurnir að fara að klára ring bráðum. Sjáum Gunnlaug Ásgrímsson 1.30 á hann. Þetta verðist að vera uppbytunarringur í honum. Þórhallur Ingi. Koma svo pappina Sunnu. Koma svo. Nei, hann komin langt fram yfir settan tíma. Einhvern veginn ég alltaf að smetla á þá þegar þeir eru rétt bara að klára uppbytunarring. Hvað gerir Fenrir? Hvað nær hann að gera? Og við tíman tikka 20, 21, eitthvað. Engin breyting á honum. Hvað með Hákon? Nei, hann 30 eitthvað. Rólegir. Þá er það Aron Breki sem að koma inn í síðustu beina. Með 1.13 þegar hann kemur út úr síðustu beini. Hvað segir tíminn? Nei, dugar ekki. Við kíkja á hann Stefán. Nær hann að hampa. Nær ekki að bæta sig. Hvað gerir Gunnar Karl? Nær hann að bæta tíma sinn? Ekki, jú. Það gerir hann. Gunnar Karl Vignisson. Bætir sinn besta tíma. Situr í toppsætinu. Bætir sinn samt. Gunnlaugur að bæta tíma sinn og bömpa sér upp í 5. sætið. Þórhallur. Hvað gerir hann? Línuna fyrir hann bætir tíma sinn en breytist ekki neitt. Arnar Kristjánsson næstur. Hann hoppar upp í 9. sætið. Arnór Jón Hlynsson núna komið línuna með hrikalegan tíma 1.39. Ég alveg ekki að slæta þessu. Æja, það var að venni. Koma inn í síðustu beina. Hann með draft frá liðsfélaga sínum. Bæting á þessum félögum. Hérna Stefán Freyr. Virðist nú vera langt í frá að fara að bæta sinn besta tíma. Já. Aron Breki, hvað gerir hann? Er hann að bæta sig? Nei. Þetta var agalegur tími líka. Ég hitti nokkru sinnum vel á þetta. Nokkru sinnum tókst þetta ágætlega. Já, Vigfús Hauksson hérna. Eitthvað hann spark. Upp listan, nei. Svo gott. Arnar Kristjánsson að koma hérna yfir línu. Nær hann að sparka sér eitthvað upp listan. Rétt fyrir aftan hann Bjarni Jarl. Einnig að engin breyting þar á heldur. Ekki hjá Arnór Jón heldur. Patrekur Magnússon kemur hérna yfir línuna. Ekki nóg góð tími að bæta sig. Það stanslaust bílar að koma hérna yfir línuna. Til að bara fá svona checkered myndavél. Fenrir að bæta tíma sinn. Fenrir kemur sér upp í 3. sætið. Hvenær gerist það? Misti ég af einhverju? Þórhallur. Hann er fattan að týna sér inn í pit. Tímatökunni er lokið. Það var bara að keppa einhvern smá tíma til að klára sinn ring.
Ég er þetta á niðurstaða tímatökunnar í kvöld. Það Gunnar Karl Vignisson, Aron Breki Valgeirsson og Fenrir Pons sem taka topp 3 sætin. Grjóthart hjá Black Ice Racing og það er Patrik Magnússon sem situr í 4. sæti, svo það verður grjóthart að sjá hvað Patrikur er að gera á sínum fyrstu hringjum. Hefur hann race pace í þess að stráka eða hvað? En ég var búinn að heyra það frá honum Gunnar Karli beint að hann ætlaði að sigra þessa keppni, svo það kemur ekkert óvart ef að svo færi ég á honum. Hann hefur samt alveg sagt það áður líka sko, og ekki tekist. Ekki það sko, ekki hans ég fullkominn. Gunnar Karl sem tekur pólinn á ræsingu hjá okkur. Aron Breki Valgeirsson sem tekur annarsætið. Aron Breki með 34 stig í mótinu, það er Gunnar Karl sem með 85 stig. Og það verður spennandi að sjá hvað menn gera hérna. Það er takkin minn, hérna er takkin. Fenrir Ponsi stendur hann sem með 0 stig í mótinu. Bara engan veginn rétt. Stendur hann sem með 0 stig í mótinu. Ég veit ekki. Ég skil ekki alveg hvað er að gerast allavega. Við skulum ekkert spá í þessum stigum lengur. Gunnlaugur Ásgrímsson sem situr í 5. sæti, Alexander Hauksson í 7. sætinu. Håkon Jökulsson, Sigurgeir Lúðvíksson. Liðsfélagar hérna saman í línu. Arnar Kristjánsson, Þórhallur Jóns. Stefán Freyr Margrétarsson og Vernharður Rafnas. Bjarni Jarl Sigurðsson og Vigfús Hauksson. Arnór Jón Hlinsson. Hann var búinn að senda með mynd af sér, held ég. Áhugavert að hún sé ekki þarna. Svona líkur þessi. Nú ætlum við að kæra smá auglýsingu. Ég sé ekki eftir smá stund.
Já, þá þetta að fara að gerast, kæra fólk. Keppendur eru búin að vera hérna, ég veit ekki hvort ég á að kalla þetta upphitun eða kæla sig niður. Þeir eru allavega að keyra. Það heitir allavega í skjölum iRacing, heitir þetta warm-up, upphitun. En þetta er bara svona smá bil á milli, 5 mínútur. Ég geti aðeins hlaupið og tapa hammer og svona. Jæja, kæra fólk, þið mig endilega setja þetta í chatið. Þú veist, hver haldið þið að vinni? Hver haldið þið að muni vera sigur? Hverjum haldið þið með? Eitthvað, mér er alveg sama, bara setja eitthvað í chatið. Segja hæ, hvernig sem það er. Það heyrist í mér. Heyrist í öllu hérna. Verðist ekki hvernig glits á hljóðinu. Hér verðist allt bara verið í fullkomlega góðu standi. Við erum komin á ráslínuna. Keppendur byrjar að tínast í inn. Fyrstur á ráslínu er Aron Breki, hann er mættur. Fenrir Ponsi, liðsfélagans hér í 3. sæti. Gunnleifur Ásgrímsson hér í 4. mættur á línuna. Það vantar ennþá nokkra hér á línu. Erum við að fara að taka blimparinn á þetta, er það ekki bara málið? Hann er að koma sér í það á ráslínuna. Þetta er Alexander Hauksson, hérna Gunnleifur Ásgrímsson, Fenrir Ponsi. Já, hérna er Mustanginn, gamli góði. Í listan Sigurgeir Lúðvíksson mættur hérna. Rungar Racing. Þórður Jóns. Þetta er afsprengi. Þetta er bara risastórt lið. Aðalbón Racing, svo er þetta Rúpes liðið og Vaffesr, gaurarnir hérna. Og svo er það Vernharður Rafnas, mættur nýr í akademíu. Gullfallega livery. Það rak sig einhver í myndavélina þarna. Það var ekki ég maður, alls ekki. Bjarni Jarl. Stórfenglegur bíl. Ég er mjög ánægður með hennan eld. Ég er hraði. Stendur þarna. Herðu, þetta er að gerast. Við erum komið með læti frá bílunum. Gunnar Karli mættur á línuna, hann er með svart livery hjá Gunnar þýðir í killmót og við erum farin á stað, það komið grænt. Það eru allskyns breytingar að verða þetta verið neðan. Og hvað? Það gerist hérna aðeins aftar, hérna er árekstur. Stefán Freyr er spoilerlaus. Hvað er að gerast þetta fremst? Hákon að missa eitt sæti á liðsfélaga sinn. En annars lítil breyting alveg fremst. Eiginlega bara engin, ekkert eiginlega. Það er engin breyting á fyrstu topp 5 sætunum. Jafnvel neðar. Einhver árekstur varð hérna áðan. Dam. Þeir eru virkilega nálægt kurvunum allir þetta. Við fáum ekki einhverja skemmtilegri myndavél á þetta. Þórhallur strax komin í allu. Vernharður Rafnas að hoppa þetta upp í 13. sætið. Minn maður. Sjáu þetta fallegu tímatöflu, hún er lituð. Sjáum hvað er merkilegast að ske. Þetta er algjörlega yndislegt. Við ætlum að fylgjast með hún Þórhalli hérna sem er að reyna að koma sér upp í 9. sætið. Það eru 2 liðsfélagar hérna sem er að berjast að halda því fyrir sig.
Þeir Aron Breki reyndar að gera eitthvað brjála allu á hann Gunnari Karl. Og við skulum kíkja hanga. Stefán komin inn í pit. Fenrir Ponsi þetta beint fyrir aftan og beint fyrir aftan og Fenrir Patrekur Magnússon. Þetta lið að samloka hérna. Og Patrekur Magnússon og Gunnar Karl séu ekki með nákvæmlega sama lifur í þá eini munurinn sá að Gunnar Karl í kill mode. Hann ætlar að, eins og við sögðum þegar ég var að æfa körfubolta með Stjörnunni, hann ætlar að drepa. Arnar Kristjánsson að taka. Sjáuð Arnar byrjaði í 13. sætið, sjáuð það á tímatöflunni þarna og er núna í hann er 9. sæti. Hann er 9. sæti. Ég held þetta lægist þegar hann verið yfir línuna sko. Ég er nokkuð öruggur um það. Ef ég íta ekki. Jú, Arnar lagaði þetta. Já, hann var í 13. tíman. Hvað er að gerast á þessari tímatöflu? Nei, hann var framar á hann, ekki láta svona, ekki vera að stríða mér, það er bara eitthvað, allavega, halló, fremst, kíkjum hérna fremst, herri, Fjarkir, Patrekur Magnússon, sjáu þið hérna, hann er reyna allu, allavega hann gerir sig líklega, hann hangir þetta algjörlega í diffusernum á honum, Fenrir, það sama á við það fyrir framann, Aron Breki, hangir í honum Gunnar Karl og það er það sem hann þarf að gera núna restina af keppninni eða koma sér fram úr. Það er tvennt í boði. Ef hann missir hann aðeins og langt frá sér þá er hann búinn að missa draftið eða kjölsogið eins og þetta heitir á yndislega góður íslensku. Það gengur ekki fyrir hann. Topp baráttan enn og aftur hjá okkur er í topp sætunum. Topp baráttan, mesta baráttan er enn og aftur í topp sætunum hjá okkur. Það er það sem ég ætlaði að segja. Gríðarlega stutt á milli hérna. Aron Breki aðeins að gera sér sýnilegan. Það þarf ekki að tróða sér fram úr strax. Hanga bara í honum, bara hanga fyrir aftan hann. Lærðu múvin, lærðu línundar hans, fyndu tricks, fyndu lausnina. Þú hefur 40 hringi til að finna út úr því hvernig þú ætlar að taka fram úr honum. Og það sama og Patrekur Magnússon er að hugsa núna. Hann ætlar fram úr, en hann Fenrir. Hann ætlar að sýna okkur einhverja snildara varð á sjá. Patrekur er að... Hann er virkilega að fara í taugarnar á honum, held ég. Ég myndi halda þetta. Alexander Hauksson hér í 5. sæti og þar á eftir honum er Sigurgeir Lúðvíksson. Mjög stutt á milli allra hérna. En þó er nú komin alveg heil sekúnd á milli Alexanders og Patreks. Og eiginlega niður allan listan. Og spurning hvort við förum hérna. Það er aðeins að dreifast úr listanum. Förum og finnum ræsingun okkar. Eitthvað gerist. Fylgistu vel með Stefán, þetta er endur sýning. Áum ykkur aðra kameru, áum ykkur ennþá aðra kameru. Þarna verður einhver snerting. Þarna verður einhver snerting. Við viljum fá einhver aðra myndal. Þetta er ekki nógu góð myndal. Hvar er þyrlan okkar? Þarna, zup. Svo myndtak. Stefán Freyr er hérna vinstra megin. Það virðist. Þetta gæti dottið inn sem racing incident mitt kæra fólk.
Það kæmi mér ekki óvart ef svo myndi fara allavega. Stefán Brynjar múin að koma sér út í pittunum. Herðu, það bara Patrik Magnússon í skoðun komið þetta frá keppnisstjórn á hring 1. Vernharður Rafnas. Það þetta mál sem við vorum að skoða með hann Stefán Rafnas og hverju fleiri sem lendi í þessu. Vigfús Hauksson sýnist mér. Þetta sem sagt mál komið í skoðun. Já. Og það verður ekki gert í þessu máli. Race incident eins og þið sjáu hérna á skjánum. Þetta virkar. Mikið ég glaður. Allavega verður ekki gert við númer 6. Bíl númer 6. Mér sýnist þetta bara að vera gott, en það sýndist mér það nú vera svo að þetta væri bara race incident og lítið sem menn gátu gert. Race incident verða þegar að báðir bílar eiga jafn mikla sök, eða svo má segja, sko. Hér Vernharður. Hann í bullandi sókn. Tvö mál, Vigfús Hauksson og Vernharður Rafnas ennþá með mál skráð á sig. Það það og spurning hvort að það sé bara vegna þess að keppnisstjórinn að nota forritið í fyrsta skipti og jú, bara bím, bara búm. Hér að koma dómar hægri vinstri. Ég ætla bara að hætta að tala og bíða eftir því að komi eitthvað út úr þessum hlutum. Það er það sem ég ætla að gera. Vernharður Rafnas komin hérna með svart flagg. Bara því að skella sér inn í pit. Þannig að hann fá hérna drive-thru. Já, drive-thru akstur í gegnum pit fyrir að valda árekstri. Þá erum við bara að bíða eftir því að sjá hvort að Vigfús Hauksson muni fá okkur á sig. Eða hvort að hann verði hreinsaður líka. Við telst líklegt. Hann nú hérna bara, þeir eru bara að dýja þetta ennþá. Þessi tveir. Vigfús Hauksson og Arnór Jón sem eru hérna í Hrúta Racing eru nýr ökumenn hjá okkur. Koma hérna inn á miðju tímabilinu, standa sér frábærlega vel og ég býst ekki við neinu öðru en að þeir verði í topp baráttunni hérna á næsta ári. Þegar Íslandsmeistaramótinu lýkur, þannig að ég fer venni á fleygiferð inn í pit. Hér Sigurgeir Lúðvíksson búinn að sækja á Alexander Hauksson. Alexander er farin að keyra varnarakstur, þannig að halda sér fimmta-sætinu. Besti hringur hjá Alexander er bara örlítið hægari. Fáum upp þetta best lap í smástund. Sjáuð bestu hringina. Sigurgeir Lúðvíksson í sókn, búinn að vera með aðeins betri tíma. Búinn að vera mjög stabill eins og við sjáum hérna á töflunum niðri. Þetta búið að vera bara 1, 22, 4 nánast hver einasti ringur hjá honum. Mjög svipa hjá honum hjá Alexander Hauksson en hann aðeins, þetta munar einhverjum millisekundum og það ástæðan fyrir að Sigurgeir að ná honum eða búinn að ná honum. En hann virðist ekki vera að ná að halda því eða loka bílnum ekki meira en í staðinn Fenrir Ponsi búinn að ná gríðarlega góðri sóknin á Patrik Magnússon. Patrikur í 3. sæti, já. Aron, þú mistir af því. Og endursýningu hérna af því þegar að Patrikur Magnússon nær að sleika sér hérna, sjáu þið. Örlítið hraðari út úr síðustu beginni inn beinakaflan, nær að stinga sér inn vinstra megin og það bara nóg.
og nær þessu algjörlega örugglega. Minnsta vesenni fyrir þennan Gylfi Fenrir eftir í 4. sætinu. Incidentinn, atvikastig, ég ætla ekki að segja það upphátt, en Gunnar Karl, Aron Breki Valgeirsson og Patrik Magnússon eru allir, nei, fyrirgefi, Patrikur er það ekkert, ég ætla að fara að tala um bestu tíman hérna, ekkert, nada, Fenrir, sýndu mér ykkur að grimma sókn. Herðu, já, atvikastig eru þar 1, 2, 3 bílstjórar sem eru með 0 atvikastig. 3 bílstjórar sem eru með 0 atvikastig eins og og fyrir 0 atvikastig fást, býttu nú við, nei, það eru 2 bílstjórar. 1 bílstjórinn var að sækja sér atvik akkurat núna þegar ég sagði þetta. Já, það eru 2 bílstjórar þá sem eru með 0 atvikastig og fyrir að vera með 0 atvikastig fást aukastig eða fyrir að vera með fæstu atvikastigin. Þannig ef að 2 eða 1 eða fleiri eru með 1 atvikastig eða bara sem fæst atvikastig þá fá þeir 1 aukastig fyrir það, sko. Hvað er að gerast hérna? Arnar Kristjánsson er í sókn. Það var ofboðslega þægilegt að hafa þessa litið þarna, maður, og fyrr hefði verið. Fenrir líka þarna, sókn, það eru lítið að þéttast þetta á milli allstaðar. Sjáu þið hvað gerir Arnar hérna, nær glæsilegri sókn á Bjarna á beinakaflanum og nær að stinga sér fram úr og er kominn fram úr og heldur því. Arnar Kristjánsson komin upp í 11. sætið. Það fá allir stig sem er í topp 20 sætunum. Við byrjum í 35 stigum. Þetta er bara alveg eins og Formule 1 stigin nema við bættum við 10 og svo frá 10. sæti er það bara 10, 9, 8, 7 og svo bara niður listan þangað til út komin í 20. sæti og þið komum til að fara 1 stig, sko. En það er Gunnar Karl Vignisson sem er að leiða þessa keppni og er langt fremstur. Frábæra tíma, búinn að fara einu sinni niður í 1:21.9 eitthvað. Nei, búinn að fara nokkru sinnum fyrirgefið niður í 1:21 eitthvað. En alltaf frekar hávarum. Gríðarlega hraður og er komið núna 2,5 sekúndu undan Aron Breka sem situr hérna í öðru sætinu. En þó eins og ég sjáið á myndavælunum þá er þetta bara rétt, hann er bara rétt fyrir aftan hann. Hann er bara hér. Það munar svo gott sem engu. Og hérna er Patrik Magnússon búinn að stinga sér upp í 3. sætið og harða sprettunum eftir með Fenrir Ponsi með Black Ice Racing. Það eru vel sponsaðir þessi strákar. Alexander Hauksson hérna í 5. sætinu fyrir aftan. Bíður bara eftir því eitthvað spennandi gerist hérna fyrir framan hjá honum. Hér er Sigurgeir Lúðvíksson í æpandi sókn á Alexander. Já, Sigurgeir hérna. Alexander virðist að ná ansi góðu úthraða út úr þessari beygju.
En sjáum hvað Sigurgeir gerir, hann stingur sér á innri, komin fram úr, Alexander skilur þetta eftir galopið fyrir honum og Sigurgeir nær að læsa þessu inni. Alexander er bara að lúta. Virkilega gert hjá Sigurgeir Lúðvíksson. Aðalbón, Vafesser, Rupes Racing, Jari, bam bar bum bum. En Alexander hérna bara rétt fyrir aftan hann hins vegar. Hann ekki tilbúinn til þess að sleppa alveg takinu. Pínlítið að sjá stíginn ef þau fara eins og þau eru núna þá búið að styttast bilið á milli Patreks og Gunnar Karls ansi mikið svo þið sjáið Patrekur Magnússon væri með 133 stig og Gunnar Karl væri með 121 stig. Sigurgeir Lúðvíksson væri í sama sæti og hann væri, Alexander Hauksson væri í sama sæti, en svo sjáu þið að Hákon Jökulsson myndi hoppa þetta upp eitt sæti. Þetta enn annað dæmi sem ég var að kóða inn og það virkar. Mikil gleði að sjá það virka. Það upp. Þýðir að Hákon hafi hoppað upp eitt sæti. Þórhallur datt niður 1 og Aron Breki myndi hoppa upp 4 sæti ef þetta væri niðurstaða dagsins. Takk ekki kærlega fyrir. Þetta mjög þétt barist þetta í 5., 7., 7., 8. og 9. sætið. Þetta bara, þeir gætu allir, ef þeir myndu taka 1. sætið þá myndu þeir allir skjótast upp listan. Við erum ennþá límd á Alexander Hauksson. Það einungis 15 hringir eftir, búnir af þessari keppni, kæra fólk. Það 30 hringir eftir, 31 meira að segja. Það nóg eftir. Ég myndi vilja segja ykkur að það væri spennandi hvað gerist með 1. sæti, en hann hérna bara Alec. Það komið 3 sekúndur í Aron Breka sem var fyrir aftan hann áðan. En núna lengst fyrir aftan hann. Það varla hægt að sjá í Gunnar Karlan fyrir framann. Hann lítur út eins og lítill blettur þetta fyrir framann. Hann var líka búinn að segja mér það. Hann ætlaði að taka algjört killmót á þetta. Það er Alexander. Hann hérna í sókn ennþá. Hann ekki búinn að sleppa Sigurgeir Lúðvíksson frá sér. Ég veit að Alexander búinn að æfa grimmt og ætla sér góða hluti í þessari deild. Enda með æfingu þá held ég að allir geti unnið þessa deild. Það bara því meira sem þú æfir þig og því bara, því meira sem þú æfir þig, sko. Því betra getur þú verið og því meira líkur og þú vinnir þessa deild. Við sjáum það bara strax að Patrekur Magnússon sem ekki búinn að taka nógu mikið af æfingum, ég veit það bara fyrir víst. Hann ekki búinn að æfa jafn mikið eins og Gunnar Karl. Hann hefur unnið allar keppnir fram að þessu en hann gat bara ekki æft jafn mikið fyrir þessa keppni og hann situr í 3. sæti. Hans besti hringur 500 millisekundum frá Aron Breka og Gunnari Karl. Það mikill munur þar á. Sjáu þið Alexander. Hann sýnir sig og hann reynir
Stundum bara nóg að hræða menn, láta það halda eitthvað sé að fara að gerast. Wow, hér snúningur, byttur við. Þetta Fenrir. Þetta Fenrir að gera ykkur mistök. Fenrir kemur hérna út, missir bílinn algjörlega sjálfur og hérna bruna strákarnir fram úr honum. Arnór Jón Hlynsson kominn með svart flagg og það væntanlega frá keppnisstjórn. Eða hvað? Nei, svo virðist ekki vera. Arnór Hlynsson, hann kominn með 15 atvikastig, svo hann kominn með svart flagg frá því. Hann fekk enga refsingu fyrir áreksturinn sem var á, það var bara Vernharður Ravna sem lendi því. Fenrir sem sat í 4. sætinu skítfalli niður listan. Ég þarf að laga þessa tímatöflu því þetta mjög skrítið. En þetta ágætt, við vitum ennþá, nú sjáum við sko, hann var í 4. en í 7. Við sjáum þetta bara svört og hvítur. Herðu, Viktor, já það Arnór sem að fara inn í pit. Auðvitað. Hér Hákon. Hákon í 7. sæti. Af hverju Hákon í 7. sæti? Hann byrjaði í 7. sæti. Einhverjum vegna virðist Hákon hafa náð arfaslakri tímatöku. Byrjaði í 7. sæti. Ja, það svo sem ekkert arfaslög tímataka. Ég meina, allir sem fyrir ofan hann bara mjög góðir. Það allir mjög góðir sem að keppa í það. Það bara, það nú vandamálið. Það þarf bara að muna einhverjum millisekundum. Svo já, Hákon Jökulsson náði slæmri tímatöku. Situr þetta ennþá í 7. sæti, byrjaði í 7. En Fenrir hins vegar, hann byrjaði í 3. sæti og í 7. sæti núna. Það top 2 sem engin breytingir á, en Patrikur hins vegar búinn að koma sér upp í 3. sætið og það sama má segja Sigurgeir Lúðvíksson. Hóf þessa keppni í 8. sæti og nú kominn í 4. sætið. Alger kongur. Sigurgeir Lúðvíksson sem keyrir fyrir Aðalbón Vafasr. Lúðvíksson. Dup. Lúðvíksson. Dup. Ykkur að segja þá hérna topp 10 keppendur allir í 1:22 eða undir. Þannig að sekunda cirka bát sem að, já, það sekunda sem að skilur að hérna, undir sekundum meira sem skilur að bestu tímana hjá topp 10 keppendum. Nú væri gaman ef þetta væri Formúlu 4 deildin en ekki Formúlu 4 Íslandsmeistarmóti í hermikapakstri. Í Formúlu 4 deildinni hafði ég frelsi til þess að setja inn öryggisbíl og svona þegar mér dettur í hug, og þetta akkurat tíminn sem að mér hefði dottið í hug til að setja út öryggisbíl, þétta hans hópinn. Það 25 ringir eftir, 26 ringir kæra fólk eftir, og ég býst alveg við því, eins og ég sjáu það á listanum strax, þá strax farið að koma gulir tímar. Þetta ekki búið, það nóg að kapakstri eftir. Venni að fara að stinga sig fram úr og við erum að fara að missa því. Nei, sjáu þið,
Hann algjörlega limdur ofan í stuðarna Bjarna Jarl. Ætlar að koma sér þetta fram úr. Bjarni Jarl setur enga vörn fyrir. Og Bernharður Ravnas komin upp í 12. sæti eftir að fengja á sig svart flagg áðan fyrir að valda árekstri í fyrstu beygju. Kíkjum við yfir á Hákon Jökull sem hérna á harðasprettinum eftir honum Fenrir. Hann að reyna að ná honum og koma sér fram úr honum. Hákon einnig búinn að vera að keppa með einhverju öðru liði annar staðar og gera eitthvað annað en Íslandsmeistaramótið. Það getur valdið tímamissi í æfingum. Ég myndi vilja segja að Hákon geti staðið sér talsvert betur en hann er að gera akkurat núna. Eftir 21 hring eru 33 sekúndur sem að aðskilja 10. sætið og Gunnar Karl Vignisson sem situr í fyrsta. Meðan það lítið að gerast í braut og skulum kíkja aðeins hérna á hann svartan og hvítan í Kill Mode liveríinu sínu. Þetta er sama livery og hann setti á bílinn sinn þegar hann ætlaði að raskella Hákon á Spa. Svo kom Hákon bara ekkert á Spa og keppti ekki, þannig að Gunnar Karl raskellti hann ekkert. Hann vann en hann raskellti ekki Hákon eins og þar. Það er tjatti frá sig, halló. Það er enginn að segja neitt eða? Halló? Halló 99, já. Ég hellti á lyklaborðið mitt áðan, ykkur að segja sko. Þannig að þegar ég til dæmis íta á þ, þá kemur plús, þ og ö. Og ef ég íta á eð, þá kemur p, eð og 0. Það var 3 stafir þegar ég íta á 1 stafan. Nú ætlum ég að íta á ó og svo ætlum ég að íta á jóð. Og það er einmitt, þetta er það sem ég skrifaði sko. Ef ég geri þ, eð, kemur þetta mjög áhugavert, þannig ég þarf nýtt lyklaborð á morgun. Betur fer skemmtist ekki overlay lyklaborðið. Það slapp. Eða allavega sá hlut af því sem ég nota. Ég ætla ekki að íta á hinn og taka hana, ég veit ekki hvað gerist. Helmingurinn af keppninni er að verða búinn, já, svona næstu því. Gunnar Karl er í fyrsta sætinu. Það er bara aksjón þetta í síðasta. Hvað meinum við? Hvað er 16. sæti? Artur Jón að hleypa fram úr sér. Stefán Freyr. Munið þegar Stefán gleymdi að setja bensín og Fenrir líka. Þeir voru saman í liði. Þeir gleymdu báðir að setja bensín á Long Beach. Það var rosalegt. Bjarni Jarl hérna í 13. sæti. King Bjarni Jarl. Styrtur af Benchmark Genetics og er í liðinu Rust Easy. Gæti verið stólið liðsnafn, en möguleiki. Hvað var að gerast þarna? Arnur er að fara fram úr Viktori. Viktor gerir eitthvað mistök eða eitthvað. Kannski baráttunum síðasta sætið, en herri, Viktor er þarna. Risastórt sponsor á hliðinni. Brytin restaurant. Það er fólk. Ef ykkur vantar eitthvað gott að éta, þá farið á Brytan. Aksturinn.is veit ekki hvað, veit bara ekki hvað það er sko, en farið þangað. Hvað er Aksturinn.is?
gefum þeim smá shoutout hérna. Þess langar mig bara að benda ykkur Aðalbón Racing. Tala sponsorinn eitthvað aksturinn.is ekki ID. Yes. Ökukennsla, þetta bifhjólakennsla, kæra fólk. Það það sem þetta Það Haukur Vigfússon sem að sjá þetta og einn besti bifhjóla ökukennari í heiminum. Segi ég sko, tek það fram. Ég sagði þetta bara algjörlega upp á mín eigin spýtur sko. Ég veit ekkert hver hann einu sinni sko. Ég að ljúga ykkur raun og veru. Ég veit ekkert þetta sko. Ég bara að reyna að búa til eitthvað til að tala sko. Það svona. Það best lap, segjum að kíkja á það. Kíkjum á það. Besti hringur. Gunnar Karl með besta hring. Hann tekur það til sín. Örlítið undan honum Aron Brega. En Aron Breki ekki að ná að halda sama consistency og hann. Gunnar Karl þetta með 1, 22, 3, 2, 1. Bara mjög lítið. Hann bara gerir ekki neitt. Á móti Aron Breka. Aðeins, en þetta bara munar örlítið. Þetta munar ykkur 100 en það dugar. Hverjum einasta hring hann að missa hann frá sér. Slata. Patrik Magnússon á svipuðum tímum, myndi ég segja, og Gunnar Karl og Aron Breki. Hann að setja hérna bæði. Hann bæði í 25 háum og lágum. Þannig að það alveg séns að Patrikur nái að saxa þessi 1,5 sekúndu sem að núna milli þeirra að tveggja. Allt getur gerst. Allt getur gerst í því. Ef ykkur langar einhverja meiri upplýsingar þetta mót þá mæli ég með því kíkja inn á gta.is/islmod eins og linkurinn segir hérna neðst niður í vinstra horninu. Þar getið þið séð bæði stíginn og fyrri keppnir og seinni keppnir og ekki seinni keppnir, stíginn og keppnir sem koma bara á þeim. Herru, Regna í tjattinu segir Team Bjarni. Dup. Bjarni Jarl. Ég með þér í Team Bjarni Jarl. Og ef ykkur langar að prófa hermi kappakstur þá mæli ég með að kíkja inn á gta.is bara almennt og fara þar í bóka ykkur tíma og fá að prófa hermi kappaksturinn. Þetta held ég bara fyrsta keppnin á tímabilinu þar sem að kemur svona dull moment. Já, ég ætla bara að segja dull moment. Það það sem að gerast akkurat núna, það að koma smá dull moment. Það eitthvað lítið að ske. Og eins og ég segi, ef þetta væri Formúlu 4-deildin þá væri ég búinn að ýta á öryggisbílatakan. En það ekki í boði í Íslandsmeistaramótinu að setja út öryggisbíl bara til þess að hafa gaman. En þetta var svona takki sem að ég mátti ýta á þetta einu sinni. Og ég ætla að vona að þetta verði aftur í næsta móti. Kemur út svona random öryggisbíl þegar hlutinni fara að vera leiðilegir. Bensínmagn á þessum bílum ætti algjörlega að duga. Þetta enginn að vera í neinu vandræði með það. Ég ekki sýnt ykkur pit info hérna. Sjáum við þá hverjir búin að fara inn í pit. Það bara Stefán Freyr sem að fór inn í pit og stoppaði og gerði við eitthvað. Svo náttúrulega bara Vernharður Ravna sem að fór og keyrði í gegnum pitin. Hann stöðvaði ekkert. Þið sjáu þarna, tók hann 21 sekundu að keyra í gegnum pitsvæðið. Það var ekki tapað einhverjum 23 sekundum.
Patrekur Magnússon í 3. sætinu á sækja örlítið. Það þessi 1,5 sekúnda ennþá sem í Aron Breka. Aron Breka að ná að halda sér vel frá honum. En Fenrir í 7. sætinu örlítið að sækja á Alexander, svo það alveg spurning hvort við fáum ekki. Akkurat þegar ég sagði þetta þá stækkaði tíminn. Þar fór það. Og skulum nú kíkja hérna yfir atvika skrána og nei, það einn eftir. Það var Gunnar Karl áðan sem var með 0 atvik, en hann búinn að finna sér 2 atvik einhvers staðar núna. Og núna einn eftir situr einn einstaklingur með 0 atvikastig. Og mun fá fyrir það. Já, auka 1 stig. Ef hann að halda þessu í 0-inu allavega. Það má vera 1, þannig að hann væri þá ennþá sá eini sem með 1 atvikastig. En það eru 2 aðrir sem með 2 atvikastig, svo. Og þessi einstaklingur þarf að halda sér í 0-inu. Við kíkja hérna inn í bíl. Henda okkur aðeins inn í bíl hjá honum Gunnar Karl. Sjá hann taka einn heilan hring hérna. BN8VAF segir koma svo boys. Hákon spurningamerki. Átti ég að horfa á Hákon eða? Á nei, gerðist eitthvað. Hákon. Nei. Sé ekkert hérna í atvikaskráni sem að Fenrir Hóið drenginn. Það að sækja á Alexander. Komin niður í hálfa sekúndu núna. Þetta korkrúbeinin, þessi yndislega beygja sem að menn falla niður einhver 8 metra á toppi og niður. Nú sýnist mér aðeins verið að fara að slitna dekkinni á mönnum. Menn að fara að setja verri og verri tíma. Dekkin orðin slöpp hjá keppendum. Allt getur gerst núna. Allt getur verið að breytast algjörlega upp úr þurru, því að það erfitt að keyra þessa bíla þegar dekkjagripið fer að fara. Getum kíkt hérna á veðrið. Það var lítið breyst veðrið. Það ennþá 32 gráður brautarhiti og 19 gráðu lofthiti.
Fáum upp kortið okkar góða hérna til að sýna okkur hvar allir keppendur í braut og sjáum þetta orðið ansi drift. Hæpur hana. Hvað að gerast hérna aðeins neðar listan? Arnar Kristjánsson í allugu. Búm. Býttu nú við. Vernharður Rafnas kominn með svart flagg. Það incident. Valda því. Hann kominn með 15 atvikastig og þarf því að þjóna taka út refsingu. Það gert með því að hann þarf að keyra bara í gegnum pit. Þetta ef þeir fara út af smá, þá fá þeir 1 atvikastig. Ef þeir fara út af dálítið vel, þá fá þeir 2. Ef þeir missa bílinn sinn, þá fá þeir 2 held ég að sé. Ef þeir klessa á annan bíl, þá fá báðir bílar 4 atvikastig. Nú ef það er mjög lítil snerting, þá það 0 atvikastig. En ef það er bara aðeins meira en mjög lítil snerting, þá það þessi 4 atvikastig. Svo snertingar og að fara utan brautar, það getur valdið, þannig að 15 hringir að þú ferð utan brautar sjáu þið Arnar Kristjánsson í brjálaður allugu þetta innan á Vigfús, stingur sér innan á, næra að halda sér hvað með innri línna, kominn fram úr og búinn að negla 10. sæti til sín 10 stig, nei, 20 stig. Hér Fenrir búinn að ná Alexander. Allan búinn að minnka bilið mjög mikið, þannig að textin okkar farin að vera gulur og rauður. Hei! Koma svo. Fenrir komandi yfir í corkscrew beina. Hægt og rólega búin að vera að minnka hérna bilið. Takk eftir því að Patrik Magnússon í 3. sætinu að nálgast Aron Breka, búin að minnka bilið úr 1,5 sekundur niður í 700 millisekundur. Arnór Jón að fá á sig aðra drive-thru refsingu fyrir atvikastig. Hann komin upp í 22 atvikastig eftir að hafa fengið 15 atvikastig. Það máttu bara fá 7 í viðbót og þá þarf það að fara aftur í gegnum pittin og það það sem Arnór Jón Hlynsson var að læra akkurat núna og það vantar komur í nafnið hans. Ég ætla að laga það næst, en við erum að horfa á Fenrir í æpandi sókn Alexander Hauksson og við sjáum þetta neðst niðri í nafninu hjá Fenrir. Sjáum við tölu, hvítar tölur, það stendur besti hringur og liturinn á því reyndar tengist í hversu nálægt hann næsta bíl fyrir framan, en það annað mál. Og svo sjáum við plus eitthvað eða mínus eitthvað, þetta þýðir munurinn á hans besta hring og núverandi hring og við sjáum það að hann ansi nálægt sínum allra besta hring og að soga sig að honum Alexander Hauksson í það. Fenrir búinn að vera að keyra gríðarlega hratt. Besti hringurinn sem núna betri heldur en í tímatökunni áðan og hann algjörlega að sýna Alexander það að hann sé mættur
Og sjáu hvað er að gerast í þriðja sætinu. Patrekur Magnússon er komin undir halva sekúndu og farin að gera sér vel sýnilegan í speglunum í Aroni Breka. 10 hringir eftir á þessari keppni, kæra fólk, og nú fer síðasta spennan að magnast. Hver er hérna fyrir framan? Þetta er einhver örlítið hægara umferð sínum. Er þetta ekki bara Arnór Jón? Sjáuði, Alexander gerir smá örlítil mistök. Gerir Fenrir kleift að stinga sér inn á vinstri. En Alexander heldur innri fyrir sig. Á sama tíma sjáum við Patrik Magnússon vera hann er komin í 300 millisekundur. Baráttunum annarsætið er ennþá rauðglóandi og hérna fjúka strákarnir fram úr Arnór Hlyn. Hleypir snirtilega fram úr sér og leyfir baráttuna að halda áfram toppsætin. Kíkjum við aðeins yfir á Patrik Magnússon. Einhvern veginn, já, hann er nær. 10 hringir eftir núna, kæra fólk. 10 hringir eftir. Patrikur Magnússon sem leiðir þessa keppni. Og ef að stigin fara eins og þið eru núna, myndi Aron Breki vera að hoppa upp 4 sæti. Aron Breki þarf að gera allt sem hann getur til þess að halda sætinu sem hann situr í akkurat núna. Þetta mun gera honum gríðarlega gott fyrir Íslandsmeistaramótið. En Patrik Magnússon er öruggur í sínu fyrsta sæti þó hann standi sig ekki stórkostlega í þessari keppni. Þá er hann ennþá öruggur fyrir sitt fyrsta sæti. Með 2 umferðir eftir þyrfti hann reyndar alveg að berjast fyrir því, það er ekki það, en engu síður öruggur eins og staðan er akkurat núna með 133 stig. Er ég nokkuð að ljúga því? Nei, 133 stig. Patrikur Magnússon búinn að vera stúdera Aron. Aron fer aðeins vítt, er lélegur hérna og ríkur, missir Patrik hérna fram úr sér sem að ríkur fram úr honum inn í corkscrew. Fara og Patrikur er bara með miklu þægilegri línu eftir þetta klúður í Aroni Breka. Og Patrikur Magnússon er komin í annað sætið eins og staðan er, en Aron Breki er ekki sáttur. Við komum inn á beinakaflan. Aron Breki hangir algjörlega í Patriki, gefur ekkert eftir. Patrikur með þessa gullfallegu akademíu límmiða og bílamarkaðurinn að merta á spoiluðum hjá sér. En Aron Breki með BJ, Arnarfrakt og eitthvað fleira sem ég sé ekki. 3D work, já, flott. Gefur ekkert eftir. Í 7. sætinu er Fenrir. Veist nú öfugt. Halló? 7. sæti, takk. Fenrir Ponsi er að reyna að koma sér fram úr Alexander. Hvað gerir Aron hér? Aron Breki var að missa annað sætið frá sér. Nú þarf hann að líma sig algjörlega ofan í Patrik og vona Patrikur gerir einhver mistök. En Patrikur hægt og rólega búinn að vera að vinna sig upp listan og tikka inn örlítið betri tíma. Sjáuði Aron Breka hérna. Stingur sér inn á innri. Nei, ytri, fyrirgefiði.
Reynir að augra Patrik eins og hægt er. Patrikur er ískaldur, gefur ekkert eftir. Og inn í síðustu beygju faraði tveir. Og inn beinakaflan. Sýndist nú Aron ná örliti, nei, það er rangt. Aron hafði ekkert betra entry eða exit. Og hérna sjáum við Fenrir. En hérna, hvað gerir Aron? Aron er að stinga sér samliða. Næri ekki að læsa þið inn. Ó, sjáum við Aron vel laust þarna aftan. Slætandi með afturöndan út á allar trissur. Patrik Magnússon hóf þessa keppni í 4. sæti og hægt og rólega búinn að vera að tipla sig upp listan. Í 4. sæti er Sigurgeir Lúðvíksson sem hóf keppni í 8. sæti. Alexander Hauksson er hérna rétt fyrir aftan og hann er með Fenrir algjörlega í diffusernum að reyna allt til þess að koma sér fram úr. Það eru 7 hringir til stefnu. Toppsætin er í lausu lofti en fyrsta sætið er inn skrúfað. Gunnar Karl Vignisson er búinn að vera að leiða þessa keppni allan tíman, en það sagði hann það við mig, hann ætlaði að leiða þessa keppni allan tíman og hann ætlaði að rústa þessu. Hérna er baráttan annarsætið, grjóthörð ennþá. Aron Breki var að missa annarsætið. Með Patrik Magnússon hérna beintur fram á sig. Veitum við hvað er Fenrir að gera þarna í 7. Það gerir sig líklegan. Leið og við sjáum 100 og eitthvað og skiptum við yfir. Já, skiptum yfir. Þeir eru á leiðinni inn í fyrstu beygju. Fenrir tekur ytri. Reynir að stinga sér svo. Triksið er að hanga á ytri og reyna að taka innri ef að fremri bíll skildi gera mistök. En Alexander er algjörlega kaldur og lætur ekki trufla sig. Heldur sínum dampi. Team GT Akademían. Herðu, Aron Breki. Nei, Aron Breki. Ó, hvað gerist? Patrikur gerir ykkur örlítið mistök á leiðinni hérna út úr rús, nei, út úr korkskrúinu og Aron Breki nær að stinga sér fram úr. Patrikur hangir á innri, nær ekki að klára þetta, en það er þetta vonlaust beygja til að taka fram úr. Aron Breki kominn aftur upp í annað sætið. Bullandi barátta hérna á síðustu ringunum hjá okkur. Eins og vant er í Íslandsmeistaramótinu í erfðakapastri 2026 kæra fólk. Nú er Patrikur kominn í sókn aftur og hann ætlar ekkert að gefa þetta eftir. En þetta rétt fyrir aftan er Fenrir Ponsi í sókn á Alexander Hauksson. Nú Alexander ætlar að taka þetta 5. sæti til sín. Hann þarf að verjast. Fenrir er grjótharður. Stefán Freyr kominn með svart flagg. Atvikastígin sem að valda því, svo hann er kominn 15 atvikastíg og þarf að skella sér inn í pitt og taka akstur í gegnum hann. Sem að gera það verkum eflaust að hann mun detta niður eitthvað sæti, eða þó það er Viktor og Arnór sem eru fyrir aftan hann, þannig að hann gæti verið nokkuð öruggur þar. Hér er alveg heilum hring á eftir. Já, hann hefur nægan tíma. Það er 1 mínúta, þannig að Stefán missir engin sæti á þessu. Kíkjum á Fenrir. Stríðst þar á milli. Aron Breki nær að koma sér aftur upp í annað sæti og virðist vera búinn að hrista allt úr honum Patrik. Annarkvort er Patrik bara búið með dekkin sín eða búið með þolið sitt. Það er annað hvort. En allar komin heil sekúnda þar á milli núna og við erum bara að fylgjast með Fenrir sem er ennþá að reyna að koma sér fram úr Alexander. Stefán kominn inn í pit. Tekur aksturinn sinna hann í gegn.
Búið að vera lítið að gera hjá dómurunum. Það bara ekkert að gera hjá dómurunum. Bara einn dómurinn í byrjun sem að snýrist 3 bíla en annars ekki neitt, en við vitum allan að overlay-kerfið virkar með dómurunum og dómnefnd. Kannski nýti tækifæri til þess að þakka dómnefnd kærlega fyrir. Það eru 3 dómarar og keppnisstjóri niður í GT Akademíu í Augnablíkinu og aðstoðarmaður þeirra að Viktor Böðvars. Sjáum Fenrir hérna! Nær æpandi sókn á Alexander og Alexander á við 4 ringi eftir. Er hann að fara að missa sætið? Nei, Alexander gerir allt en hann er ekki innri línuna núna. Fenrir með hana og Alexander eftir alla þessa baráttu er að missa Fenrir hérna fram úr sér. Vílíkt vel gert hjá Fenrir. Hvað er önnur myndavél upp á bílnum hans Fenris? Hvað er það? Halló? Nei, það eru Alexander er þetta beittur aftan, komið inn beinakaflan. Það eru 3 hringir eftir, kæra fólk, og Alexander á eitthvað inni. Síðustu hringir í Alexander, 1, 22, 4, 4, 4. Þeir eru mjög svipum tímum. Þetta er bara spurningum reiskraft og baráttuna. Og þessi litlu sjensar að þessir menn geti gert mistök. Allir geti gert mistök en Herðu, hann er með Red Bull hjálm. Það er sannlega ástæðan fyrir hann gengur svo vel. Alexander sýnir sig, hann er að dilla sér í speglunum. Fenrir búinn að vera gríðarlega sterkur allan tíman og vera að bíða eftir tækifæri til þess að komast fram úr Alexander. Alexander hefur ekkert gefið eftir hingað til. Örlítil mistök sem valda því að Fenrir nær að stinga sér upp samhliðunum. Hérna virtist þú Fenrir gera svipum mistök og örlítið fara of vítt. Við sjáum þá tímanum að hann er að falla niður. Alexander er í sókn. En dugar þetta til þess að stinga sér? Nei, Fenrir passar innri línuna vel. Alexander stingur sér á ytri. Tekur mjög víða beygju. Nær hann hraðanum hérna út núna? Nei, það dugar ekki til. Fenrir mjög stabill og flottur. Heldur bílnum góðum inn í gegn og nær miklum hraða út úr beygjunni. Stefán kominn aftur inn í pit. Hvers vegna? Stefán hafði þurft að ná sér smá bensín eða hvað? Hvað var það? Stefán er á ring 42 að stinga sér inn í pit. Virtist ekki hafa neina góða ástæðu til. Við skulum kíkja aðeins yfir hennan gullfallega list okkar hérna. Gunnar Karl sem er búinn að leiða þessa keppni allan tíman og hefur ekki fengið að vera í myndavélunum eitt eða neitt, en það lítið að sína frá nema bara frábærum akstri. Vel styrktur hér af aðalbón, málingavörum, Rúpes. Ég er að reyna að lesa hérna á bílinn hans. Hann er allan að vel styrktur, það er alveg klárt mál. Vernharður Ravna situr í 12. sæti hérna. Styrktur af Sodi Karts. Ég ætlaði ekki að smetla á hana, þetta bara gerist stort. Svona, þetta er það sem ég ætlaði að gera. Aron Breki Valgeirsson, Arnar Frakt, Hera 85, BJ og Work Easy 3D. Ég veit ekkert hvað ég er að segja. Sittur allan í öðru sæti, búinn að hrista Patrik frá sér. Skilja flottur. En Alexander er ennþá, við erum á næst síðasta ring og Alexander er að reyna að stinga sér fram úr. Anton Arnarsson segir litla sóknin og stöðuleikin hjá Black Ice Racing heldur betur, kæri félagi.
Þetta búið að vera svaðalegt hjá Black Ice Racing. Æfingar greinilega skila sér í þessum tveimur drengjum. Þetta eru 2 af 3 yngstu keppendunum hjá okkur. Það er Aron Breki, Vernharður og Fenrir sem eru yngstir undir 18 ára aldri og eru að standa sig stórkostlega. Við erum á síðasta ring. Vá! Nei! Það er snerting! Það er árekstur! Dómarar ræsiði skjölin! Hvað gerðist? Hvað skeiði? Býtum við. Fenrir fær svart flagg. Fenrir fær svart flagg. Það virðist valda honum einhverri truflun. Ég sé ef ég smelli á Fenrir fær svart flagg hér. Af hverju fær hann svart flagg? Hann fær incident-punktar. Fenrir lendir inn... Nei, ertu að grínast? Við erum að tala á síðasta hringnum. Fær Fenrir incident-punkta á sig. Kemur sér í vandræði. Hákon Jökuls er líka með 14 atvikastig. Oh my god. Kæra fólk. Af hverju stendur ekki hérna áreksturinn einstaðar? Af hverju ekki í atvikaskrá hjá mér? Sjáum þetta einu sinni enn. Það er komið mál í skoðun, kæra fólk. Rannsókn í gangi. Hvað gerist hér? Hvað gerist hérna? Alexander er í æpandi sókn, stingur sér inn fyrir og bara einhvern veginn flýgur. Eins og þið sjáið á þessu sem við erum að horfa á hér. Það er engin ástæði fyrir þessu frá Alexanders sjónarhorni, en Alexander einhvern veginn missir bílinn sinn. Afsakið, mér finnst þetta pillindi myndi. Hvoru þeir að gera neitt? Það er engin snerting. Það er ekkert að gerist. Þetta bara gerist svona. Áhugavert, en ja, við skulum kíkja á eldurinn, Gunnar Karl sem er að tekur sigurinn hérna. Þetta er smá truflandi hérna, þetta gerist allt saman alveg blá endan. En Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn hér í 5. umferð Íslandsmeistaramóts í hermikapastri 2026. Fyrsti sigur hans í þessari deild eða þessari mótaröð. Gunnar Karl Vignisson tekur loksins sinn fyrsta sigur. Í öðru sæti er Aron Breki Valgeirsson. Loksins nær hann að koma sér upp. Ég held hann hafa aldrei sitt í topp 3 áður. Patrikur Magnússon tekur þriðja sæti fyrirgefi. Wow! Og Sigurgeir Lúðvíksson situr hér í 4. sæti. Hákon Jökuls náði að snigla sér upp í 5. sætið. Frá því 7. sæti að vera þar. Og Gunnlaugur Ásgrímsson, hann var byrjað hóf keppni í 5. sæti, endaði svo í 7. sætinu. Þórhallur Ingi Jónsson, hann hóf keppni í 10. sæti og hann kláraði í 7. sæti, hvorkin meira en minna. Adda Kristjánsson er í 8. sæti, hóf keppni í 9. Og Vigfús Hauksson sem hóf keppni í 14. sæti, búinn að vinna sig upp í 9. sæti. Kæra fólk, heldur betur. Þetta kann ég vel að meta, en hér er Fenrir Ponsi í 10. sæti. Eins og staðan er núna, þetta eru algjörlega bráðarbirgðar niðurstöður sem þið eru að horfa á akkurat núna. Þá eftir að gera einhvern dóm úr þessu síðasta máli, hvort sem það er eitthvað til að dæma eða ekki, meðan það sem að við sáum í beinni útsendingu hjá okkur, það sem að tölvan mín sá, virðist ekki að vera neitt. Það virðist, ég skil bara ekki einhverja skeiði og kæmi mér ekkert á óvart ef að keppni stjórn eða dómarar fyrirgefið vilja hafa samband við hann hérna Alexander Hauksson og Fenrir til þess að skilja hvað var að gerast þetta hjá þessum tveimur keppendum. Alexander Hauksson og Fenrir Ponsi enda sína keppni í 10. og 11. sæti eftir að vera að berjast toppsæti hér.
Svaðaleg niðurstaða fyrir þessa tvo. Við fyrir aðeins niður listan og sjáum við Alexander Hauksson þarna, Werner Ravnas, Bjarni Jarl, Stefán Arnór og Viktor Þórsson. Svo Valgeir, já, Valgeir er dómari. Valgeir skráði sig bara óvart inn sem keppanda. Nú skulum við poppa upp stigunum hér. Ég teka ennþá fram, þetta myndi vera bráðabirgða stig. Bráðabirgða niðurstöðunar eru ennþá bara í lausu lofti núna. En ef að staðan fer eins og hún er núna, þá er Gunnar Karl búinn að jafna ansi mikið stigin og er einungis núna 12 stigum frá liðsfélaga sínum Patrik Magnússon sem er búinn að sigra hver einustu keppni, en Gunnar Karl er búinn að vera í öðru sæti eins og hver einustu keppni. En núna er það eins og Patrikur sem tekur þriðja sætið og Gunnar Karl sem tekur fyrsta sætið og í öðru sætið situr Aron Breki Valgeirsson. Nú það er Sigurgeir Lúðvíksson sem situr í þriðja sætið í deildinni, en það er Hákon Jökulsson sem er að sparkast upp listan hérna og komin upp í fjórða sætið. Tekur það á honum með Þórhalli Jóns. Nei, það er ramp. Hann tekur það Alexander Hauksson. Alexander Hauksson var hérna í fjórða sæti, sparkast niður listanum 2 sæti. Þórhalli situr ennþá í sínu 5. En það er Aron Breki sem er að sparkast upp 4 sæti og enda núna í 7. sæti. Gunnlaugur Ásgrímsson í 8. sæti enn sem komið er, og Fenrir Ponsi að falla niður listanum 2 sæti. Svo staðan er í dag. Það er svo litla líkur á því Alexander og Fenrir fái betri sæti en þeir seti í núna. En það er spurning hvort einhverja refsingar komi inn eða hvernig sem það verður. Werner Ravnas er þó í 10. sæti. 48 stig. Arnar Kristinsson í 11. með 46 stig. Stutt á milli hérna botnsins. Og það er hérna Hrúta Racing sem að tæknilega séð reka lestina, sem að Jökull hefur ekkert mætt í langan tíma, saman má segja Skúla og Rúnar. Hrúta Racing sem að byrjuðu þeim til afsökunar. Þeir hófu tímabilið seinna en allir aðrir. En ég veit ekki alveg hvað að gera. Ég vil ekki ljúka þessari útsendingu allavega strax. Herðu, við ætlum nú ekki að gera þetta. Upplýsingatafla. Refresh, takk. Mic check. Já. Þetta, wow, þetta var rosalegt, maður. Þetta,
Já, ég ætla ekki að koma við lyklaborðið sem ég hellti yfir áðan. Ég hellti sem þetta yfir lyklaborðið hjá mér áðan. Svo ætla ég að skrifa eitthvað hérna maður og þá fór bara tölvan í það að slökka á sér. Herðu, kæra fólk, áður en að útsendingunni, heyrist ekki alveg í mér? Jú, það heyrist í mér. Það heyrist í mér. Ok. Þá förum við hérna í history. Fáum upp upplýsingatöfluna. Þetta hafði allt saman lifað af. Við erum lítið að skoða hérna bílnúmer Ég ætla að veðja á það sé lítið úr þessu að gera. Ég sé ekkert þetta eins og staðinni núna. Það eflaust bara að vera að spjalla þetta fullu hvað skal gera og hvort það verði eitthvað, en allavega eru niðurstöðurnar endanlegar. Ég minni keppitur á þegar það er hægt að kæra allar niðurstöður ef það er eitthvað til að kæra, en það er svo sem ekkert því. Þið sem eru að keppendur sem eru byrjuð að horfa og þið með endilega, þú veist, skella einhverjum texta inn á chatið og segja hvernig keppnin eitthvað gekk. Eitthvað svoleiðis. Þú getur að fá sætið sitt aftur, er það ekki? Ég er ekkert svo viss. Með það sem ég sá út úr þessu, þá get ég ekki séð það að Alexander hafi valdið áreksturinn. Ég bara sá það ekki út úr þessu að Alexander hafi valdið þessu eitthvað frekar en þetta virtist ekki vera svo. Þetta virtist vera ef eitthvað þá var þetta netcode. Ef að Fenrir fann fyrir snertingu þá myndi ég halda að þú veist, það sé bara netcode. Það myndi ekkert halda það. Það er bara netcode. Því að það sem við sáum það var að Alexander var langt frá honum og engan veginn að fara að lenda í einu vandræði með snertingu þarna í þessu tilfelli sko. En þannig að sjáum við aðeins betur kannski. Nei, sjáum það bara ekki neitt. Það var bara þarna milli þeirra grjótarið hérna í gegnum corkscrew beina. Alexander gaf ekkert eftir. Það er í skoðun þetta mál. Lap 46, já. Skulum við skella okkur hérna inn í bíl hjá honum Alexander. Förum við þetta aftan á. Förum við einhverja óraunverulega myndavél bara. Hvar er hún? Er hún ekki? Er ég bara búinn að eyða þeim út fyrir einhverja betri myndavél? Tökum blimparna á þetta bara. Zoomum við þetta vel inn. Og fáum þetta í play. Fenrir, sko fyrst og fremst er Fenrir augljóslega að gera einhverju mistök hérna. Það er eitthvað, Fenrir er að fara miklu hægar en hann er vanur að gera. Meðan við ferðina sem Alexander er á og það sjáum við Alexander, hann nær bara frábæru rönni inn í gegn. Og þá er spurning, er Fenrir
að snúa stýrinu sínu hérna frá. Já, sjáu þið hérna. Það sem ég held að sé að gerast. Fenrir byrjar að beygja inn. Eða, byrjar Fenrir að beygja inn. Hérna lítur Fenrir í spegilið sinn. Opp! Snýr stýrin til hægri, býr til pláss. Alexander býst við. Alexander að gera mistökið. Þeir eru báðir gera mistök. Alexander sér bara allt í hennu. Hann að fara allt og hægt inn. Stingur sér inn og hugsa svo með sér. Scheisse! Hann að fara að keyra á mig. Svo Alexander snertir bremsupedalinn sinn örlítið. Þetta bara kenning, ég tek það fram, kæra fólk. Ég bara kom með kenningu. T-Bone býr sig, bara brjálaðar þarna. Já, segðu mig hvernig líður eftir að hafa hort á þetta. Segðu mig hvernig líður eftir að hafa hort á þetta. Ok, við skulum víta aftur á play. Fyrir mig aðeins aftur á bak. Alexander bara hérna, sjáu við bílið. Alexander sér risabíl. Allt í hennu bara, herru, ég bara gap. Hérna, ég fer hér á milli. Og svo hugsar hann, nei, hann sér mig ekki. Nei. Svo hann bremsar. Og þegar hann bremsar, sem ég veit reyndar ekkert hvort hann gerir ekki, en ég held hann bremsið hana, þá lendir hann í þessu. Missir afturendan. Á sama tíma og hann missir afturendan sinn, þá Fenrir að jafna sig. Hérna. Ég beigi bara inn. Og þá allt í hennu kemur einhver afturendi fyrir Fenrir til að klessa á. Þetta ef ég væri dómari, og ég ekki dómari, tökum það sterklega fram. Ég ekki dómari, ég ekki einu sinni í ástæðu til þess að vera dómari. En ef ég væri dómari, þá væri þetta ekki, þetta var racing incident, alveg 100%. Það bara ekkert, hérna Fenrir alveg með handóndan bíl. Alexander segir henni í chatinu, ég var í rauninni ekki að reyna framúrakstur. Herru, nú þurf ég að lesa hérna smá komment, augnablik. Viktor Nóbren, eftir að sjá þetta ætti ég að fá 100 aukastig. T-Bone segir hérna, jú, meðan við innkar, þá var engin snerting fyrir en eftir að Alexander snýr. Fenrir fær svart flagg fyrir snertinguna eftir að Alexander snýr og settur niður listan vegna þess. Eftir snertinguna, já, ágætis fjandans punktur hjá þér. Þetta ástæðan fyrir að ég ekki í dómarasætinu. Já, það samt spurning sko. Fenrir telst vera að keyra furðulegan akstur, óvenjulegan akstur. Þannig að þetta líka spurning það sko. Fenrir augljóslega að fara mikið hægar enn í gegnum beina heldur hann hefur verið að gera. Því að Alexander alveg stabill og flottur í gegnum beina. Þannig að spurning. Hvað segir Alexander hérna? Ég ætla að lesa það. Virkilega þetta sjá að þetta fór svona en mín saga að ég átti vona á að Fenrir færi talsvert hraðar í gegnum beina og ef við snérum báðu við að reyna að forðast árekstur. Engin snerting fyrir en eftir að báðir snúum. Þessi kenning af Aron nokkuð spot on. Ég fíla það. Ég hef gaman að því þegar ég hef næstuði rétt fyrir mér. Ég ætla að sjá entry speed á Alexander á þessum síðasta ring og Fenrir. Já, við getum alveg gert það. Held ég. Entry speed. Ég skal bara segja entry speed. Ég get spýtað mér, Við erum að horfa á Fenrir núna. Ok, þetta var ekki pása. Hvar viljum við entry speed? Erum við hér? Það er samt svo augljóst. Alveg frá þessum tímapunkti hérna Alexander bara mikið meiri ferð. En mér finnst mjög augljóst að Alexander alltaf að fara að ná þessari beygju sko. Fenrir bara að fara mikið hægar en hann hefur verið að fara held ég í gegnum þessa beygju hingað til sko. Og svo bara gera hann báði einhver lúða mistök strákar. Yndislegt. Sem sagt á þessum og síðasta samanburð á hraða á þeim á milli beygja.
get ég það? Sé ég hraðan á hann ekki stöður? Við getum gert það. Skulum bara fylgjast með Fenrir. Fenrir á leiðin inn í þessa beygju. Hvað er ég að segja? Hann byrjar að beygja. Segjum Fenrir hér er á 87 km hraða. Þannig á hringnum undan þá er Fenrir þetta er ekki hringurinn undan. Við þurfum að fara aðeins lengra en þetta. Og inn í beygjuna fer hann. 89 hér, 95 hér. Hann er samt eins og sjáu hérna, Alexander er að græða á hann. Alexander virðist bara vera alltaf aðeins hraðar en hann inn í þessa beygju, sko. Kíkjum aftur í það. Hvernig Fenrir er á leiðinu í þessa beygju. ...94 hér, 95, sjá þetta er allt annar hraði en 87 sko. Fenrir er vanur að geta keyrt þetta í gegn á miklum hraða. Svo gerir hann bara mistök þarna sem veldur því að það opnast bil fyrir Alexander. Alexander stingur sér inn í þetta bil og bilið lokast, en það lokast ekki alveg. Fenrir heldur því svo sem opnu en Alexander fipast. Hér er mistök, snýr. Þetta er rosalega. Ég sé bara ekkert en þá þetta neins staðar. Já, ég ætla alltaf að fara yfir hérna stíginn. Það er sem ég ætla að gera áður en við stingum okkur í burtu. Stíginn eins og ég standa þá núna. Gerði það reyndar áðan en það skiptir engum máli. Patrikur og Gunnar Karl sitja hérna í 1 og 2. Gunnar Karl búinn að stytta bilið örlítið, náði sér í 35 stig hérna og auka stígið. Til hvers? Það var í sessions, race. Það er bara ekki neitt. Ég sjá þið allan að tímatöfluna, stigatöfluna fyrir ekki á skjánum. Eins og þið standa núna að öllu óbreyttu. Ég tel svo að það verði ekki gert neitt í þessu máli þarna með hann í það Fenrir og Alexander.
Það er kannski eitthvað gert í málinu, en ég sé ekki fyrir mér að það verði eitthvað til að, sko, eitthvað sem að breytir niðurstöðum eða svoleiðis. Fenrir mjög áhugavert, það vantar þetta keppnisnúmer á Fenrir líka. Það er eitthvað fleira á hann að náðan. Stíginn hans. Engin góð ástæði fyrir því. Hann er bara að taka þátt í öllum keppnunum hjá okkur. Ég ætla þá að uppfæra núna stíginn inn á gta.is/islmod og skella inn hérna upplýsingum og niðurstöðunum eins og þær eru. Svo ætla ég að heyra í keppnistjórn og vera vissum að ég þurfi ekki að breyta neinum niðurstöðum og annars bara þakka ég kærlega fyrir áhorfið og ég sé ykkur eftir 2 vikur vonandi þegar við ætlum að reyna að halda 3. umferðina sem er Fuji, kæra fólk. Fuji í Japan. Það er gríðarlega góður kapastur, það hefur alltaf verið góður kapastur á Fuji og ég ætla ekki að búast við neinu öðru hérna í dag. Bara heilsa ykkur, hafa það stórfengilegt, sé ykkur næst. Þangað til, bless.